Framleiðendur og heildsalar hafa boðað umtalsverðar hækkanir á matvörum áramótin. Dæmi tugprósenta hækkanir. Matvöruverslanir mótmæla en segjast nauðbeygðar til að hækka sín verð. Óttast að mörg hundruð hafi farist í aftakaveðri á eyjaklassanum Mayotte í Indlandshafið helgina. Heilu hverfin eyðilögðust, íbúar segjast yfirgefnir því enga hjálp sé að fá. Sýrlenskur maður sem krotaði á vegg í mars árið 2011 vissi ekki að með því myndi hann hrinda af stað byltingu í landinu. Hann var handtekinn fyrir veggjakrotið og pyntaður í fangelsi. Sérfræðingur í netverslun segir að neyslumynstur Íslendinga sé að einhverju leyti að breytast. Sala á erlendum vefsíðum tvöfaldast milli ára og jólaösin byrjar fyrr. Giljagaur kvartar sáran yfir snjóleysi í desember og segir vont að geta ekki notað sleðan sinn við að gefa í skóginn. Jólasveinarnir voru ásamt fjölda fólks á jólatorginu á Akureyri. Komið þið sæl. Hátt í 30% hækkunar að vænta á tilteknum matvælum. Framkvæmdastjórar dagvöruverslana segja margar ástæður fyrir því og óttast frekari hækkanir. Við erum að sjá kjöt og annað sem kemur og hefur hækkað töluvert milli ára. Hversu mikið? Það er svolítið erfitt að segja en þetta 20%. En hvað veldur? Það aftur ekkert eitt svar, en við erum að tala raforkuverð hefur hækkað, launakostnaður hefur hækkað, hráefnisverð hefur í flestum tilfellum hækkað. Matvara hefur hækkað, til dæmis mjólk og kjöt og þess háttar, sem voru hækkanir sem komu frá framleiðendunum. Og svo líka kaffi sem hefur hækkað mjög mikið upp á síðkastið, sem dæmi, arabíka baunir hafa hækkað 28% á síðastliðnum 3 mánuðum. Það eru dæmi 25% hækkun á einstaka vörum sem hafa verið að berast. Getur nefnt dæmi? Það til dæmis tengt ýmsu sem með súkkulaði í, því menn eru að tala það að hráefni hefur hækkað, en þá spyrir maður sig líka, hvað verið að gera í yfirbyggingu annað til þess að draga úr kostnaði? Við höfum verið að sjá einhverjar hækkanir sem munu taka gildi þá frá með áramótunum. Og hvað á hverju þá helst? Það eru bara þessi liðir sem snert á innlendum framleiðslufyrirtækjum. Það kjöt og grænmeti og fleira í þessum dúr. En hvaða ástæður eru fyrir þessum hækkunum? Til dæmis bara hækkun á hráefnum. Það launakostnaður. Það hefur núna verið aðeins í umræðinu varðandi raforkuverð. Það auðvitað búið að hækka mjög mikið og mun hækka alveg talsvert núna áramótin. Hvernig heldur að verð muni þróast núna næstu mánuði? Auðvitað maður mjög hræddur það að það komi hækkanir. Það getur verið snúið að bera saman verð á matvöru, en til að létta árvökulum neytendum verkið opnaði verðlagseftirlit ASÍ í dag möguleika á að bera saman kílóaverð á ýmsum jólamat og svo virðist sem jólamatvara hafi síður hækkað en margt annað. Hamborgarhryggur fáanlegur ódýrari í ár heldur en í fyrra, ekki að það muni miklu, en ef maður leitar og velur út frá ódýrasta kílóverðinu þá í ódýrastu verslunum hægt að finna hann á svipuðu verði. En við þurfum meðlæti með grænar baunir. Þær hafa hækkað eitthvað í kringum 5% á milli jóla. Það þannig að það eru ennþá svona viðráðanlegar. En hvernig með aðra svona jólamatvöru? Laufabrauðið, þessi típa hefur lítið hækkað í verði milli ára, þannig að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af henni. Þessi píparkökukassi 8% dýrari heldur en í fyrra. Og svo það konfektið sem orðið 25% dýra í einhverjum tilfellum. Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans. Svona mikla verðhækkanir sem eru boðaðar núna, hætta fyrir hendi að þær leiði til verðbólguskots og dragi þá úr þessu vaxtalækkunarferli sem hafið? Ég held að sé kannski ekki alveg hægt að fullyrða á þessar stundu hvort þetta sé að valda einhverju verðbólguskoti, en þetta gæti svona mestalagi orsakað kannski eitthvað tímabundi bakslag í þessari hjöðnun sem við höfum séð, en stóra myndin sú að við erum svona ágætlega bjartsýn á verðbólguhorfur á næstunni og þá helst af því að við gerum ráð fyrir því að húsnæðisliðurinn muni ekki vega svona jafn þungt og hann hefur gert og sú sviðsmynd ekkert breytt þrátt fyrir mögulega einhverja hækkun á matvöru.
Nú staðan slík að við sáum það gerast í haust að matarkarfan var aðeins að lækka milli mánaða. Þannig að það alveg viðbúið að hún hækki lítilega aftur, hvort sem að það vegna hækkanir frá byrgjum eða annað. Við eigum náttúrulega bara eftir að sjá hversu mikil hækkun þetta verður svo á endanum og þá hvaða áhrif það hefur á verðbólguþróun og þá sömuleiðis vaxta ákvæðinu. Þetta gæti þetta orðið til þess að það hægi eitthvað á þessu lækkunarferli. En hvað skýrir þessar hækkanir núna? Já, það var eins og var farið yfir í fréttinni. Þetta hækkanir á ýmsi hrávöru erlendis frá og það hægt að rekja það til uppskerubrests, til hærra verðar á áburði sem hefur haft áhrif á ýmsar landbúnaðarafurðir. Svo eru ýmsar ástæður hér innanlands. Það eru talað herra raforkuverð, launakostnaður og ýmislegt því líkt. En svona rétt í lokin, er þetta sambærilegt að gerast í nágrannalöndunum? Sko, verðbólga hefur nú bara verið á góðri niðurleið víðast hvar og þá vextir sömuleiðis verið að þokast í rétta átt. En hins vegar ef þetta hækkanir á heimsmarkaðsverði ýmsar hrávara þá alveg líklegt að það komi fram í verðbólgu annars staðar líkt og hér. Una Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Og við hefum nú ekki alveg sett skilið við þessar verðhækkanir því viðskiptavinir matvöruverslana voru allir á einu máli að matvælaverð hefði hækkað en voru ekki alveg tilbúnir til að minnka innkaupin fyrir hátíðarnar. Dýrara orðið að versla inn. Svona maður sé bara þegar maður tekur stór innkaup að það orðið meira en það var. Það má greina í held ég flestöllum vörum. Hvort sem það eru kjötvörur eða í sælgæti eða mögulega gósi eða öðru slíku. Mér finnst allt hafa hækkað alveg svakalega. Ekki kannski í gær, það búið að vera að gerast. Osturinn mjög dýr og smjörið. Þannig að, já, það svona helsta sem ég finn. Hefur eitthvað breytt neysluvenjunum? Nei, ég reyna að nýta betur það sem ég kaupi, jú. Maður fór svona kannski einu sinni, keypti fyrir vikuna fyrir 7 skall, 14 skall, 2 heimili. Núna þetta 20, sko. Og þetta sami hlutin sem ég alltaf að kaupa. Maður kannski minnka svona eitthvað ost og svona sem maður fyrst verið orðið dýrt. En myndu kaupa öðruvísi inn í jólamatinn í ár heldur en fyrir jól út af hækkunum? Nei, maður leifir sér jólum. Verður keypt öðruvísi inn í jólamatinn í ár út af verðhækkunum? Nei, ég held við kyngjum því bara. Ég þarf að fá minn rétta lambarík. Og hér var að koma ný frétt. Að minnstakosti 5 eru látnir eftir skotárás í kristilegum grunnskóla í Madison í Wisconsin ríki í Bandaríkjunum. Að sögn lögreglu árásarmaðurinn á meðal hinna látnu en hann var undir lögaldri. Nokkrir til viðbótar eru slasaðir. Lögreglan hefur ekki upplýst hvort fórnarlömb skotmannsins séu nemendur eða kennarar. En nánar má lesa þetta mál inn á rúv.is. Mikil eyðilegging blasir við á eyjaklassanum Mayotte í Indlandshafi þar sem heilu hverfin eyðilögðust í óveðrum helgina. Það mjög þéttbýlt og óttast að mörg hundruð hafi farist. Eyðilegging hvert sem litið eins langt og augað eigir. Fellibylurinn Chito svo öflugasti sem gengið hefur yfir eyjaklassan í næstum heila öld. Tjónið mikið og björgunarmenn vinna í kappi við tíman að leita þeirra sem saknað og gætu verið fastir í húsarústum. Mayotte-eyjaklassan þekkja fáir en þar búa rúmlega 300.000 manns. Hann á Indlandshafi á milli eyjunar Madagaskar og Mósambík en yfirráðasvæði Frakka. Þar mikil fátækt og stór hluti íbúa býr í kofum í fátækrahverfum sem eru rústir einar eftir hamfarirnar. Là on était, c'était les salles à manger. Et là, c'était la cuisine, vous voyez les lavabos, les vieux qui étaient là. Ça c'était les réfrigérateurs. C'était les gazinières et l'autre côté encore c'était ma chambre. Í höfuðborginni Mamoudzou mældist vindhraði nærri 60 metrar á sekúndu sem leggur fátækrahverfi eins og þessi í rúst. Frakkar hafa sent neyðaraðstoð en brýnast að koma nauðþurftum til íbúa og tryggja aðgengi að hreinu vatni. On est venu chercher de quoi manger pour les enfants, pour nous les adultes, pour tout. On n'a plus rien, le vent tout emporté. On avait fait les stocks là mais le vent tout emporté. Bruno Retailleau, innanríkisráðherra Frakka kom til Mamoudzou í dag og sagðist sleginn yfir þessu mikla tjóni. Frönsk stjórnvöld ætluðu að bregðast við en þau greindu frá því í dag að mörg hundruð eða jafnvel þúsundir gætu hafa látið lífið í þessum miklu hamförum. Vantraust var samþykkt á ríkisstjórn Ólafs Scholz, Þýskalandskanslara í dag.
Hann óskaði sjálfur eftir atkvæðagreiðslu í þinginu en það var ljóst fyrir mánaðamót að dagar stjórnarinnar væru taldir. Kosið verður í lok febrúar og líklegt þykir að sósíaldemókrataflokkur Scholz tapi miklu fylgi og að kristilegi demókratar leiði næstu ríkisstjórn. Scholz sagði fyrir atkvæðagreiðslunni í dag að Þjóðverjar yrðu að auka framlög til varnarmála og velferðarmála en stjórnin sprakk vegna ágreinings skuldsetningu ríkissjóðs í erfiðu efnahagsumhverfi. Scholz segir að flokkar í næstu stjórn þurfi að gera miklar málamiðlanir. Dazu gehört aber auch, dass alle Demokratinnen und Demokraten nach einer Wahl bereit sind, zum Wohl des Landes zusammenzuarbeiten, Brücken zu bauen, Kompromisse zu schmieden. Ohne sittliche Reife, ohne Anstand und Ernsthaftigkeit geht das nicht, sondern nur mit Verantwortungsbewusstsein für unser ganzes Land, für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie hinterlassen das Land in einer der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte. Es hat das Ganze zweimal gegeben, dass Deutschland 2 Jahre hintereinander in der Rezession war. Das eine war Gerhard Schröder, der hat dann wenigstens noch eine Agenda 2010 gemacht. Der zweite heißt Olaf Scholz. Und Sie stehen hier und erklären alles weiter so, Schulden machen auf Kosten der jungen Generation. Formenn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins hafa fundað í allan dag og afrakstur þeirra funda að nú verið að byrja að skrifa stjórnarsáttmálann sjálfan. Rétt tæpar 2 vikur eru síðan Kristrún Frostadóttir fékk umboð forseta til að mynda ríkisstjórn og nú bendir flest til þess að það sé að takast. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar sagði í útvarpsfréttum í morgun að viðræður gengju vel og hún væri bjartsýn á að þær myndu ljúka verkinu fyrir áramót. Fundir formannanna halda áfram á morgun eins og ritun stjórnarsáttmála í samvinnu við aðstoðarmenn þeirra. Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, segist aldrei hafa ætlað að flýja land. Rússar hafi ráðlagt honum að gera það þegar uppreisnarmenn réðust á rússneska herstöð. Þetta segir hann í yfirlýsingu á samskiptaforritinu Telegram sem talin hans fyrsta frá því að einræðisstjórn hans féll fyrir rúmri viku. Assad segir að þrátt fyrir að höfuðborgin Damaskus hafi verið fallin, hafi hann aldrei viljað yfirgefa landið og fara frá völdum. En þegar yfirráð falli hryðjuverkamönnum í skaut, sé til einskis að vera kyrt. Assad flúði til Rússlands þar sem hann fékk hæli, enda hefur hann ætíð notið stuðnings Pútins Rússlandsforseta. Og meira frá Sýrlandi, því maður sem óviljandi hratt af stað byltingu gegn Assad fyrir 14 árum var meðal annars barinn og gefið raflost í fangelsi. Það eina sem hann vann sér til saka var að krota á vegg í lítilli borg í landinu. Vindar arabíska vorsins feyktu hverjum einræðisherranum á fætur öðrum af stóli árið 2011. Ben Ali í Túnis, Gaddafi í Líbíu, Hosni Mubarak í Egyptalandi og áðurinn yfirlaug fór einnig að gusta Bashar al-Assad Sýrlandsforseta. Mitt í ólgunni sem kraumaði undir sýrlensku samfélagi tóku ungir piltar sér penna í hönd í borginni Dara og buðu lækninum og einræðisherranum byrgin. الدور يا دكتور على الجدار. Sayasne og félagar hans voru handteknir og færðir í varðhald. Þar sættu þeir barsmíðum og einn þeirra, Hamza al-Khatib, var drepinn. Hann var aðeins 13 ára gamall. Stíflan brast í kjölfarið og sýrlendingar gerðu uppreisn gegn Assad. Stjórnarher landsins og uppreisnarmenn bárust á banaspjót og milljónir flúðu átökin. Sayasne fór nýverið aftur að vettvangi glæpsins, en veggjakrótið hafði verið máð burt fyrir löngu. Fyrir glæpi sína mátti hann þola grimmilegar pyntingar. يعني تعذيب لا توصف يعني قلت لك الشبح الكهرباء الكتل يعني طريق كاملة يعني. Og lífið í Dara, rétt eins og í öðrum borgum, varð aldrei samt. Núr, 15 ára, fæddist ári áður en borgarastyrjöldin braust út og hann þekkir því ekki annað en hörmungarnar sem hún hefði í för með sér. شعور الفرح لأنه سقط بشار وهو لأنه كان السبب موت إخوالي وتدمير أهلي وتهجيرنا. Erlend netverslun tvöfaldast milli ára. Sérfræðingur í vefverslunum segir mikla samkeppni á markaðnum, ekki síst frá versluninni Temu og að margir finni fyrir afsláttar þreytu. Svo virðist sem jólaösin hafi færst að einhverju leyti til, bæði í tíma og rúmi. Íslendingar versluðu í fyrsta sinn fyrir meira en 5 milljarða á netinu í nóvember, samkvæmt gögnum frá rannsóknarsetri verslunarinnar. Við erum að sjá fram á mikið vöxt á þessu ári. Við sjáum einnig að erlend netsala, að hún að sækja í sig
veðrið. Við sjáum cirka að salan hjá þeim að tvöfaldast milli ára, þannig að við erum að fá svona samkeppni inn á markaðinn. Einar segir að sömu gögn bendi til að nóvember verði metmánuður í netverslun. Hvað heldurðu að skýra þetta? Það Temu, fyrst og fremst. Þeir opna nýja stöð út í Íslandi núna í sumar og mest allur þessi vöxtur að koma þaðan. Temu upphaflega frá Kína. Einar spáir því að erlend netverslun haldi áfram að sækja sér veðrið. Hingað til hafa íslenskar netverslanir átt 65% hlutdeild. Erlenda netverslunin, hún að styrkja sig til muna og við sjáum allt benda til þess að þetta verði 50-50 núna í ár. Neyslu minnstur Íslendinga að breytast? Á einhvern máta. Fólk að færa sig meira á netið. Við minnir að hlutfall af veltu sem á sér stað á netinu cirka 15-17%. Mest keypt af fötum og varð 60% aukning í fatakaupum á netinu milli ára í október. Einar segir að margir finni fyrir afsláttar þreytu. Mér fannst alveg skína í gegn að verslunar eigendur, þeir eru svona orðnir þreyttir á að halda afslátt í heilan mánuð. Inntaki hjá þeim dálítið að einfalda hlutina, að gera þetta öðruvísi, þetta mikið álag á allt og alla og síðast en ekki síst fyrir neytendur sem eru að fylgjast með þessu og svona eru kannski óvissur afsláttur þennan dag, þetta heil vika, þetta mánuður. Sannkölluð jólastemning hefur verið á Ráðhústorginu á Akureyri í desember og fólk komi víða til að njóta aðventunnar. Jólasveinar voru á torginu helgina og kvörtuðu sáran yfir snjóleysi. Af hverju þarf þetta að vera svona? Við erum alveg ótrúlega ánægð með þetta. Þetta var í rauninni stuttur fyrirvari. Okkur langaði bara að kýla á þetta og sjá hvernig myndi ganga. Jólatorg verkefni sem Akureyrarbær hrinti í framkvæmd í upphafi aðventu og hefur verið opið helgar. Þarna eru nokkur jólahús þar sem alls konar jólavarningur til sölu. Hægt að fá sér heitt kakó í kuldanum og orna sér við opin eld. Og á Jólatorgi eru auðvitað jólasveinar. En þú átt þessa líka? Ég ætla ekki að þykja kvörtum. Já, Giljagaur var eitthvað stúrin helgina og þeir bræður kvarta sáran yfir snjóleysi sem tefur för sveinana. Jú, við erum aðeins lengur yfir en það sérðu ég nú komið með stað mér til hals og traust. Það svolítið stór grýtt, það svolítið vont. Maður getur ekki rennt sem bara beint niður. Þið viljið snjó og kannski pínlítið vont öður. Já, þá kemst sleðin áfram. Jólatorgið áttu upphaflega að vera opið fram í miðjan mánuð en Elisabeth segir að nú langi þau að lengja opnuntíma fram á Þorláksmessu. Og maður sér að fólk vill koma út og sérstaklega með börnin og upplifa smá jólastemmingu í miðbæ Akureyrar. Og það fyrir þann jólasveinn, þá kom lítil jólaskinn sem vildi komast inn. Jólasveinn, ég hlusta á þig. Já, og í Kastljósi kvöldsins þá verður sjónum beint að netverslun landsmanna jólin og póstaflæginu sem henni fylgir. Svo verður fjallað þáttaröðina Grindavík sem segir frá hetjudáðum körfuboltaliðs bæjarins og síðan verða jóladraumar íslenska dansflokksins á dagskrá. Og þá snúum okkur að veðri. Að vera áfram gætir élja sunnan og vestanlands á morgun sem eflaust mörgum kærkomið þar sem snjórinn lýsir upp dimmasta skammdegið og víða land hylur snjórinn úr jörðum. Á fimmtudag þó von á hlýnandi veðri sem varir fram á föstudag. Svo snjóinn mun þá taka upp að einhverju ef ekki öllu leyti á láglendi. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fyrir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Dregið var í riðli Evrópumótskvenna í fótbolta í dag. Ísland í riðli með Sviss, Noregi og Finnlandi, en 2 þessara liða eru líka með íslenska liðinu í riðli í þjóðadeildinni, sem leikinn áður en kemur að EM. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari segir markmið íslenska liðsins á EM skýrt. Við stefnum alveg örugglega því bara að vera í öðru af 2 efstu sætunum. Og Þórir Hergeirsson segir gærkvöldið hafa verið fínan tíma til að segja skilið við kvennalandslið Noregs í handbolta. Hann kveður sem sigursalasti landsliðaþjálfari sögunar. Og þessu næst ætlum við að rífa upp helstu atriði þessa fréttatíma. Framleiðendur og heildsalar hafa boðað umtalsverðar hækkanir á matvöru áramótin. Dæmi tugprósenta hækkanir. Matvöruverslanir mótmæla en segjast nauðbeygðar til að hækka sín verð.
Óttast er að mörg hundruð hafi farist í aftakaveðri á eyjaklassanum Mayotte í Indlandshafi helgina. Heilu hverfin eyðilögðust, íbúar segjast yfirgefnir því enga hjálp sé að fá. Sýrlenskur maður sem krotaði á vegg í mars árið 2011 vissi ekki að með því myndi hann hrinda af stað byltingu í landinu. Hann var handtekinn fyrir veggjakrotið og pyntaður í fangelsi. Sérfræðingur í netverslun segir að neyslumynstur Íslendinga sé að einhverju leyti að breytast, sala á erlendum vefsíðum tvöfaldast milli ára og jólaösin byrjar fyrr. Gilja Gaur kvartar sáran yfir snjóleysi í desember og segir vont að geta ekki notað sleðan sinn við að gefa í skóinn. Jólasveinarnir voru ásamt fjölda fólks á jólatorginu á Akureyri. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri, svo er það Kastljós og Silfrið hefst klukkan 9 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. David Attenborough, ljós jarðar. Heimildaþáttur þar sem David Attenborough rannsakar lífverur sem framleiða ljós og fer með áhorfendur áður óþekkta heima. Silfrið, bein útsending þar sem atburðir liðina viku og pólitískt landslag er krufið. Ringulreið, fransk-kanadísk leikinn þáttaröðum örlagaríkt kvöld í lífi 10 ungmenna sem halda spennt á tónleika með átrúnaðargoði sínu Invo. Þegar sprengja springur á miðjum tónleikum breytist líf þeirra til frambúðar. Julevenner MC Gauta 2023. Upptaka frá jólatónleikum Gauta Theis Mássonar sem haldnir voru í Háskólabíói í desember 2023. Svakalega var þetta leiðilegt lag sem varst að syngja. Nei. Julevenner MC Gauta 2023. Laugardag á RÚV. Hér er allt fyrir jólin. Jólafötin, draumagjöfin og hátíðarmaturinn. Það er opið til klukkan 10 öll kvöld til jóla. Hér er Smáralind. Jólin eru tími til að nota aukakrónurnar í eitthvað fallegt, eitthvað hlýtt, eitthvað bragðgott eða eitthvað handa þeim sem þér þykir vænt Landsbankinn. Snakkböku, smá kakao, meðlægt í massavís, skipulögð óreiða, fáum við jólaís,